Jæja Jón, til hamingju með tilnefningu að vera bæjarlistamaður. Takk fyrir kærlega. Hvernig tilfinning það að vera bæjarlistamaður? Hún náttúrulega afskaplega góð. Óvænt, afskaplega óvænt. Og mér þykir bara mjög vænt það að ég skildi vera valinn. Já, þú býrð hérna í Ólafsfjarðarmegin í Fjallabyggð. Já. En hvað langt sem þú komst heim? Þú var svo lengi í útlöndum. Ég var erlendis í samanlagt 46 ár, hvað svoleiðis. Já. Ég kom að vísu heim á milli, öðru hverju svona, og dvaldum tíma var þá mestmegnis í Reykjavík. En En hvað var til þess að þú komst aftur til Ólafsfjarðar? Það kom ekkert annað til greina. Það bara, ég hafði keypt gamla húsið í Hólkoti mörgum árum áður og ég reyndi að koma alltaf tvisvar á ári meðan ég var úti og vera hérna tíma og það kom bara ekkert annað til greina. Og ég veit bara ekkert út af hverju. Nei. Og hér á ég heima, hérna hef ég alltaf átt heim, ég kannski aldrei losna. Ég hef aldrei komist í hann kannski, það má vel hugsa sér það. En hér á ég heima og hér vil ég vera. Þú ert búin að koma þér fyrir hér á gamla pressetrinu. Já, þetta var nú sérkennileg tilviljun. Afskaplega sérkennileg því að hér í þessu húsi man ég eftir mér fyrst að leika við Dengsa bróður. Og þannig var að þær voru mikla vinkonur, Emma og frú Anna Nordal sem var prestfrú hér. Og þetta hefur verið 55 eitthvað svoleiðis. Ég þá 4 ára og Dengsi hefur verið svona 3,5 eitthvað svoleiðis. Nei, 2,5. Ég verið svona 4 ára, en nú eitthvað 3 ára eitthvað svoleiðis. Og Amma var með okkur og labbar með okkur sér og pressetrið alveg rosalega leið náttúrulega utan úr algötu þá sko. Og þá hafði lekið hérna og hjónin þau voru flutt niður. Hann var orðinn mikill sjúklingur sér Ingólfur og þau fluttu niður. Og við strákarnir við fengum að leika okkur uppi því að það var allt tómt uppi. Og það var hérna stærðarna gúlpur á veggfórunu þarna, þetta var svona svolítið undir súð, Svefnbergið. Það var stærðarna gúlpur þar og við hoppuðum þarna og hlóum og skemmtum að búin alltaf ít á gúlpin við náðum upp í hann. Og hérna svo hoppuðum þarna og skoppum og ítum upp í gúlpinu svo bara alltinn kemur gat. Ég man eins og þetta gerst í gær. Það rifnaði og flóði allt sem að vatnið út og lag náttúrulega niður því að þetta var timbur hérna þá. Og það var nú ekki fallegur svipurinn og frú Emmu og frú Anna sagði bara þetta er allt í lagi, það skiptir engum máli, vatnið þarf að koma sér burt, skiptir ekki máli á hvern hátt. Og hérna, ég man alltaf eftir þessu. Frú Emma var nú ekki ánægð með svona sinina. En ekki skemmtilegt til þess að hugsa að nú pressetrið þitt heimili? Jú, mikil ósköp. Ég meina, ég var hérna svo mikið líka náttúrulega sem unglingur í æskulisfélaginu og hérna og svo passaði ég börnin fyrir séra Kristján stundum og svo þegar séra Ingþór kom líka og maður var í þetta svo mikið, maður þekkti þetta svo vel og þykir náttúrulega óskaplega vænt þennan stað.
og þannig að svo bara æxlast þetta þannig að þetta var sett á sölu og við gerðum tilboð og þar við stóð, þetta var okkar. En hvað er ætlað til þess að þú gerir sem bæjarlistamaður? Ég hef ekki hugmynd um það. Ég hlýt að þurfa að koma fram einhvers staðar. Tónleikar? Fyrir Helgi, ég er að verða 70. Ég verði 70 núna í október og ég syng nú ekki mikið orðið. Einstöku sinnum ger ég það en ég hugsa ég hefði nú ekki mikið úthald í tónleika. En þú ert að þjálfa aðra? Já, ég gerði það. Ég kendi fyrstu 4 árin eftir að kom heim við tónlistaskólann á Akureyri og slasaðist ég fyrir jólin 2019 og hef átt lengi í því og á í því ennþá í rauninni því miður. Þannig að ég varð að hætta inn á Akureyri en hélt stöðunni hérna við tónlistaskólann á Tröllaskaga og svo klára ég bara mína stöðu og svo verð ég 70 og þá er það búið.